þetta var ekki, þetta er ekki eins og þú ætlaðir? Nei, við hleyptum þeim bara á eld í fyrsta leikluta og eftir það var bara fjandinn laus og í rauninni náðum aldrei einhvern veginn í að gera þetta að einhverju okkar eftir það og Grindvíkingarnir bara virkilega góðir í kvöld, það verður bara sérstaklega sverð, þannig að fullt kredit á þá, bara svín hittu og klins outstanding, þannig að þetta er bara fullt, en þetta er niðurstaðan og við verðum bara að unna henni. Hvað ertu að segja við strákana þegar þið eru undir 20 stigum í hálfleik og hvað segirðu við þá? Ég meina, sko, undir 20 í hálfleik er ekkert búið, sko, það er engin spurning, en það sem gerir þetta kannski erfiðar að þeir koma inn í þriðja leiklutan og halda bara áfram og svín hitta og auðvitað náttúrulega partur af þessu lágu því að varnarleikurinn okkar var bara engan veginn nógu góður. Ég meina 38 stig í fyrsta leikluta setti svolítið tóninn fyrir leikinn og mér fannst við aldrei ná tökum á honum eftir það, þannig að mér fannst mín menn berjast allan tíman og reyna og klára leikinn með reisn en ég segi, leikurinn var bara þannig að Grindavík var með fullt vald á honum og niðurstaðan bara mjög skýr. Og mætti akkurat núna spóla aðeins tilbaka, myndirðu breyta ykkur við undirbúningsleiksins hjá þínum mönnum? Ég get ekki sagt til það hér og nú, ég meina við förum út úr síðasta leik bara, þú veist, meðvitaður það að við spiluðum hörku og góða vörn en sóknarlega áttum við hellinginni. Þannig að ég vildi trúa því að við getum haldið áfram að koma hingað í kvöld og spila áfram góða vörn og það var svo sem ætlunarverkið en við náðum því einhvern veginn aldrei upp en í sambandi við undirbúningin, ég er ekkert að kafa eftir því akkurat núna, þetta er bara niðurstaðan og henni verður að unna, ég meina við erum fúlir að fara út en þegar ég horfi á veturinn þá finnst mér strákarnir hafa staðið sig virkilega vel í vetur og horfa allavega til þess að svona til framtíðar er bara bjart fyrir félagið. Þetta eru flest allt mjög ungir strákar, heimastrákar sem að hafa lagt mikið á sig og náða að taka bara góða tröppur í hverju vetri og næsta skref er bara einfalt. Ég meina þeir taka skrefið upp úr undanúrslitunum næst. Ég hlakka til að vera grjótharður stuðningsmaður þeirra næsta vetur. Talandi um það, verkefninu lokið hjá þér, hún að verkefninu eins og sem við vilja kalla það. Hvernig finnst þér niðurstaðan á þessu verkefni vera? Sko, jú, ég meina, eins og segi, mér finnst þeir við erum að tala um skrítna hluti, sko, 3 árum seinna erum við að tala um það að það sé blóðugur bit að missa Elvar Má Friðriksson sem dæmi til Bandaríkjanna sem að enginn vissi hvað var fyrir 3 árum síðan, þannig að Elvar, Magic, Ágúst, Ólafur Helgi, þú veist, fleiri strákar sem hafa komið inn og staðið sig virkilega vel og skapa sér bara fínt nafn í þessari deild, þannig að eins og segi, mér finnst bara heildarmyndin vera allavega þannig að með okkar uppeldisstarfi þá erum við bara konum með meistaraflokk í fremstu röð. Ég meina við erum eitt af 4 sterkustu liðunum á lokasprettinum og ég er ekkert sáttur en ég held að við getum alveg sagt að við séum allavega komnir á töluvert betri stað heldur en við vorum fyrir 3 árum síðan og algjörlega vopnin í höndunum til þess að gera ennþá betur.